Komið öll sæl og velkomin á hennar kynningarfundum kyngreftsræði. Við ætlum að fjallum á fundinum kyngreft nautasæði, fyrst aðeins stutt yfirlit yfir tækni og afköst og svo fanghlutfall og notkun erlendis, fyrir nú svona tiltölulega hratt yfir sögu. Eyðum svo aðeins meiri tíma í tilraunina sem gerð var síðastliðið vetur með kyngreftsræði hér á landi og förum svo aðeins yfir hvernig við getum hagað notkun á þessu sæði hérlendis. En kyngreyðing á sæði er náttúrulega mjög eftirsótt markmið í frjósemi spendýra að alla langar til að vita hvers kyns barnið og menn hefur lengi langað til þess að stýra í rauninni kyni, sérstaklega þá kannski í nautgriparæktina að fá fleiri kvígur þegar að koma þessi tímabil þar sem að fæðast margir nautkálfar í röð. Það er hins vegar skiptir engu máli hvað fæðast margir nautkálfar í röð, það er alltaf það bil 50-50 að helmingslíkur á að næsti kálfur verði líka nautkálfur og hér á landi má reikna með að svona það gerist á rúmlega 2 ára fresti að samkvæmt líkunum að það fæðist 10 nautkálfar í röð á einu og sama búinu. Og tæknin við kyngreyningu er þannig að kyngreyðsæði náttúrulega er sæði þar sem er búið að flokka kall og kvensæðisfrumur sundur, kallfrumurnar eru það sem við köllum ypsilon og kvenfrumurnar X. Og þessi flokkun er framkvæmd með frumuflæðisgreiningu sem byggir á að kallfrumurnar bera 3,8% minna erfðaefni en kvenfrumurnar. Þetta er svo litað sæði með flúrljómandi litarefni, frumurnar eru rafhlaðnar og það er á þeirri rafhleðslu sem að flokkunin byggir. Og þetta er nokkuð nákvæm aðferð og menn yfirleitt ábyrgjast 90% nákvæmni eða þá að fæðist kálfur af því kyni sem hann á að vera í 9 af hverjum 10 tilvikum. Og tæknin er aðeins meira það. Þetta sæði er þynnt miklu mun meira en hefðbundið eða venjulegt sæði. Þetta er yfirleitt 2,1 til 4 milljónir frumna í skammti. Hérlendis erum við með 25 milljónir í skammtinum og víða erlendis eða mjög algengt er að það séu kringum 15 milljónir frumna í skammti. Ástæðan fyrir þessari miklu þynningu er náttúrulega að afköstum við flokkunina er mjög lítil eða 25 skammtar á klukkustund. Það hafa orðið mikla framfarir og ef þið skoðið svona vefsíður eða tímarit erlendis að þá sjáið þið að það vera markaðssetja sæði sem Sext Ultra eða Sext Ultra 4M. Sext Ultra þýðir í rauninni bara að það er búið að bæta meðhöndlun og þá sérstaklega í undirbúningi sæðisins, tæknin við greiningun er í rauninni grunninn svo sama og 4M þýðir í rauninni að þá erum við með þéttara sæði eða með 4 milljónir frumna í skammti. Það eru tvenns konar aðferðir í gangi og önnur aðferðin er í rauninni að þú greinir í sundur, skiptir sæðin í tvennt með þá X-frumum og Y-frumum en hin aðferðin er leysitækni sem að drepur sæðisfrumurnar af því kyni sem er ekki verið óska eftir og það er markaðssett sem sexcell. Þannig að það er sæðið ekki grynt í tvennt, heldur drepnar bara kallfrumurnar eða kvenfrumurnar eftir í hvora áttina þú vilt greina. Afköstin eru mjög lítil og hún jafnast svona upp í það að vera afkastagetu upp á 25 skammta á klukkustund og það þýðir að menn þurfa að finna þetta sæði til að ná viðunandi framboði á sæðinu, eða viðunandi magni.
Nú fanghlutfall erlendis, það hefur verið, þetta semst frá þýskri tilraun, þar sem voru prófuð 5 naut og þar reyndist semst aðferðafræðin skila bættum árangri. Semst í rauninni gamla aðferðin sem kölluð þarna XY, þar var ekki uppeyðsli 56 daga, semst 56%. En þegar það var komið í léttara sæði 6 ultra sem búið að bæta meðhöndlun á sæðinu fyrir greiningu, þá var hún í rauninni komin á par við hefðbundið sæði með 15 milljónir frumna í skammti eða 66% ekki uppeyðsli. Heilt yfir þá hefur fanghlutfall með kyngræntu sæði verið að hækka og línuriti þarna sýnir samantekt á Holstein-gripum í Bandaríkjunum. Þetta það bil 6 milljónir kvígusæðinga, þar af 1,3 milljónir með kyngræntu sæði og 42 milljónir af kúasæðingum og þar af 250.000 með kyngræntu sæði. Og þá sjáum við að árangurinn hefur að batna og þá fyrst og fremst við meðhöndlun á sæðinu fyrir frystingu, og sá munur sem kemur fram segja menn að sé einkum og sér í lagi munur milli nauta. Og eins og við þekkjum bara á venjulegu sæði að þá er alltaf munur á fanghlutfalli milli nauta. Nú frá Danmörku þá sjá þeir, þetta náttúrulega feiknarlega margar súlur, en það sem má lesa út úr þessu að heilt yfir svona greina að það betri árangur í ungum kúm og kvígum, og það þarna aðeins munur á kynjum líka, sem hvort það eru rauðardanskar, Holstein eða Jersey. En heilt yfir árangur eins og sjáið þarna frá svona tæpum 50% upp í 70% eftir sæðistegundum og kynjum. Og notkun á kyngræntu sæði, eru tölur frá Danmörku. Notkunin mjög breytileg þar eftir kynjum, og ástæðan fyrst og fremst sú, eins og við sjáum að notkunin langmest í Jersey-kúnum. Og ástæðan fyrir því náttúrulega sú að Jersey nautkálfar eru verði litlir, þannig að menn sækjast í það að fá kvígur, en kannski síður þar sem að menn fá betra verð fyrir nautin sem þeir ala. Þannig að fylgifiskur kyngrænts sæðis á mjólkurkýr nánast alltaf undantekningarlaust aukning á notkun á holtasæði. Og hér eru tölur frá Kanada, og þar sjáum við í rauninni sömu það sama og í Danmörku. Notkunin mest á Jersey, það græna línan, og hún eykst mest á Jersey-kúnum, og síðan aukning í notkun á holtasæði, og greinilega frekar og meiri í rauðu kúnum eða Ayrshire-kúnum þar heldur en Holstein og Jersey. En aukin notkun holtasæðis helst í hendur við aukningu í notkun á kyngræntu sæði. Nú, ef við snúum okkur að tilrauninni sem var framkvæmt hér síðastliðinn vetur, og þá kom tilraunastofa í desember síðastliðnum, tilraunastofa hjólum til landsins frá ST Genetics BVF í Hollandi. Það dótturfyrirtæki ST Genetics í Bandaríkjunum, og þeir reka þessa tilraunastofu. Hún einkum og sér í lagi hugsuð fyrir einmitt minni nautastöðvar, eins og hérlendis nautastöðvar sem að hafa ekki kannski möguleika eða framleiðslu sem stendur undir því að kaupa þennan dýra búnað.
Tilgangurinn hjá okkur var kannski með tilrauninu var kannski fyrst og fremst sá að fá svar við því hvort að sæðisgæði íslenskra nauta væru næg til þess að þola kynngreiningu og hvort við fengjum viðunandi árangur. Við tókum sæði úr 5 nautum og hverri sæðistöku var skipt í hefðbundið og kynngreint sæði. Pökkuðum í strá, fryst og merkt nauti og tilraun 7 eða 8, þannig að þetta var blind tilraun þar sem að hvorki frjótæknir bóndi viss hvora gerðina var að ræða við sæðingu. Þessu var svo dreift eftir umfangi sæðinga á hverju starfsvæði og útsent sæði var samtals 1200 skammtar af hvorri tegund í hverju nauti, ef maður rétt. Þátttakan var svona aðeins breytileg eftir landshlutum og við sjáum það að þátttakan var langmest á Suðurlandi þar sem að tilraunasæði var 27% af öllum sæðingum á tímabilinu og Suðurland þá með yfir 50% af sæðinu í tilrauninni. Hvort að það skekkir eitthvað niðurstöðurnar held ég að geri nú ekki, það er nú ekki svo mikill munur milli búa milli landshluta að það hafi veruleg áhrif. Við gerðum upp árangurinn sem 56 daga ekki uppbeiðsli, tvísæðingarnir eru ekki reiknað með árangri og auðvitað þarf að hafa í huga að þegar maður skoðar 56 daga ekki uppbeiðsli að kvígusæðingar kunna vera ofmetnar vegna notkunar heimanauta. Þær fara undir heimanaut sem er ekki skráð eftir 1 til 2 sæðingar. Ef við tökum bara alla sæðingar fyrir utan tvísæðingar, fjöldi sæðingarna er þarna í línunni fyrir ofan, fyrir neðan hausinn og þá sjáum við eftir flokkum þá er þetta frá 235 skömmtum upp í 16.000, sem 235 skammtar af Uppsulasæði sem er þá holdasæði úr Lunda sem er haft þarna með öllum sæðingunum og við sjáum að kyngreinda sæði kemur lakast út með 59% árangur en venjulegt sæði með 73%. Það eru hærri tölur heldur en að við erum vanir að sjá og hef nú aðeins eða við Höskuldur aðeins að kíkja á það hvað gæti skýrt þessa tölu og okkar niðurstaða er einfaldlega svo að sennilega, eða það virðist vera að þau naut sem var kyngreind úr séu heilt yfir lakari en meðaltal þeirra nauta sem var í notkun á sama tíma. Það er þarna þó nokkur naut sem voru í notkun frá janúar til maí sem eru að gefa hátt hlutfall, nokkuð gott fanghlutfall, þannig að árangur með venjulegu sæði er kannski kemur inn sem óvenjulega góður. Stóra málið er hins vegar kannski munurinn sem er á venjulegu sæði úr tilraunni og venjulegu sæði og kyngreinda sæði úr tilraunni og hann er þarna upp á 6% stig, 65% á móti 59%. Það er svona innan þeirra marka sem við höfum verið eða sem getum talið ásættanlegt. Og ef við tökum þetta er allar sæðingar úr tilrauninni, 65 og 59% þarna vinstra megin. Ef við skoðum svo hins vegar munin á kúm og kvígum úr tilrauninni, það er náttúrulega mun fleiri kýr, 1500 sæðingar úr hvorum flokki, en árangurinn er sýnu betri hjá kvígunum, en aftur þarf að hafa í huga að sá árangur gæti verið aðeins ofmetinn.
Ef við skoðum þetta eftir mjaltaskeiði, semst hvort að þá eru kvígurnar hérna með náttúrulega 0 mjaltaskeið og svo 1, 2, 3 og 4, þá sjáum við að það er ekki mikill munur en þó aðeins í þá átt að hérna árangurinn lækkar eftir þessi kýrnar verða eldri eða hafa borið oftar. Ef við tökum þetta eftir númeri sæðingar, sem sagt fyrsta, annað, þriðja og fjórða sæðing, fjöldatölunar hérna fyrir ofan segja okkur að með þriðju og fjórðu sæðingu eru nú kannski ekki marktakartölur með 90 í hvorum flokki og 40 fyrir fjórða sæðinga. Þannig að hvert uppeyðsli vegur ansi þungt þegar eru ekki nema 40 sæðingar á bakvið. En við sjáum að árangurinn er mjög áþekkur í fyrstu og annarri sæðingu og ég held að við getum ekki dregið neina ályktanir sjálfsög af þriðju og fjórðu sæðingu því að það eru svo fáar sæðingar þar á bakvið. Ef við skoðum þetta eftir dögum frá burði, þá sjáum við að ólíkt því sem að maður kannski hefði átt von á, að þá er árangurinn á hérna fyrstu 2 mánuðum eftir burð ívið betri heldur 60 til 120 dögum eftir burð og síðan er hann aðeins hærri sem sagt 120 til 180 dögum eftir burð. Samt ekki verulegur munur þarna á milli. Niðurstöður eftir aldri gripa sýna svona ekki mikinn mun en það má þó greina aðeins hérna að í átt til þess sem að menn hafa fengið annars staðar erlendis að með hækkandi aldri þá sem sagt fer árangurinn aðeins niður en þarna er ekki sjáanlega mikill munur á. Og eftir nautum að þá kemur fram dálítill munur og þeir eru hérna í kyngreinda eða í venjulega sæðinu skulum við segja í 63 til 67% og í kyngreinda sæðinu eru þeir frá 54 upp í 62%. Og við sjáum það að hérna svona aðeins má lesa það að hérna í lakari sem árangurinn er með kyngreinda sæðinu því meiri munur er á venjulegu og hérna og kyngreindu sæði sem svona bendir til þess að naut sem gefa lakara sæði þoli þá þynninguna ver en ella. Sem er í takt við það sem að menn segja erlendis að munurinn er fyrst og fremst nautamunur og það er alveg þekkt að menn taka ekki öll naut í kyngreiningu einfaldlega vegna sæðisgæða. Og heilt yfir sem sagt með tölfræðigreiningu að þá var engin munur milli nauta og númerissæðingar, hvort það væri fyrsta, önnur, þriðja, fjórða. Það er marktækumunur milli sæðisgerða þannig að hérna venjuleg sæði kom betur út heldur en kyngreindt sæði og það er marktækumunur eftir fjölda burða þar sem að kvígur voru með hærra fanghlutfall en kýr en aftur kann að vera að kvígurnar séu aðeins ofmetnar. Það er hins vegar engin munur hjá kvígum eftir sæðistegund, númeri sæðingar eða nautum og það er engin munur hjá kúm eftir númeri sæðingar, nautum eða fjölda burða en marktækur munur þar sem að hérna venjulegt sæði skilaði hærra 56 daga ekki uppeyðsli. Nú ályktanirnar sem við getum dregið af þessu er kannski að fyrst og fremst að við fengum þá niðurstöðu í það að íslenskt nautasæði þolir kyngreiningu vel og það er rauninni hlutur sem skiptir miklu máli. Það er ekkert sem segir okkur að íslensku nautin gefi lakara sæði heldur en naut af öðrum kynjum.
Munur milli sæðistegunda er innan ásættanlegra marka, heildina 6 prósentustig. Það eru vísbendingar að naut þoli kyngreiningu misvel og að kvígur og yngri kýr haldi betur við kyngreindu sæði. Og þetta er í rauninni algjörlega í takt við það sem að menn hafa fundið erlendis. Og þá er það spurningin hvernig notum við kyngreind sæði og kannski bara í byrjun að bara svona það sé alveg á hreinu að X-sæði er sæði sem gefur kvígukálfa með 90% öryggi og Y-sæði er sæði sem gefur nautkálfa með 90% öryggi. Nú ávinningurinn af kyngreindu sæði er náttúrulega kannski margs konar eða getur verið mismunandi eftir búum og aðstæðum. Heilt yfir þá fer notkunin vaxandi í heiminum og samt eru náttúrulega sumir bændur hikandi. Þeir hafa áhyggjur af fanghlutfalli og kostnaði en kyngreind sæði er náttúrulega dýrara en venjulegt. Ávinningurinn er kannski einhver þrenns konar. Við getum sagt að við fáum aukna framfarir, við getum fengið kvígur undan yngstu og bestu gripunum sem eykur erfðaframfarir að einhverju marki. Aðalmálið fyrir hvern og einn bónda er kannski að geta valið kýrnar sem hann fær kvígur undan. Það eru möguleikar á auknum tekjum af blendingskálfum. Holdablendingar geta aukið tekjur búsins, þeir þurfa ekkert endilega að gera það, það eru möguleikar þar. Og það má leiða rök að því að við getum fengið léttari burði með því að sæða kvígurnar með X-sæði eða fá kvígukálfa, þá gefur það öllu jöfnu minni burðarerfiðleika. Hver og einn verður hins vegar að spyrja sig svona ákveðnar lykilspurninga og þetta er engan veginn tæmandi list en svona kannski hugmyndur það er náttúrulega eitt er hvað er hjörðin stór á að fjölga kúnum og notkunar kyngreindu sæði getur náttúrulega verið hjálpað til við það að ef það er áhugi á eða kostur á að stækka búið á fjölga kúnum. Hvernig er frjósemin á búinu? Er frjósemi kúna nógu góð til að nota kyngreind sæðar og það kannski á ekki hvað síst við eldri kýrnar þá. Eru kvígur umfram þarfir flöskuháls í búrekstrinum? Er uppeldiskostnaður óþarflega mikill? Menn þurfa að skoða þetta náttúrulega og gera sér grein fyrir hvað þarf margar kvígur. Hvað er aðstaða fyrir margar kvígur á búinu? Það er ekki góð staða að vera með 30 kvígur en hafa kannski bara pláss fyrir 20. Vilja menn fá fleiri velættar kvígur til endurnýjunar? Er möguleiki að selja kvígur umfram þarfir? Er markaður fyrir holdablendinga? Er aðstaða til að ala gripi til kjötframleiðslu á búinu? Og hvernig er aðstæður á markað og er hægt að ala holdablendinga á búinu eða selja það fyrir hærra verð heldur en íslenska nautkálfa. Það er mikilvægt að gera áætlun, svona sem við getum kallað ræktunaráætlun þegar við notum kyngreind sæði. Fyrsta lagi þurfum náttúrulega að skoða hvaða gripir eru vænlegir eða vænlegar kýr sem mæður næstu kynslóðar. Það er náttúrulega sjálfsagt að nota erfðamatið til þess að velja kvígurnar. Við höfum núna með erfðagreiningunum og erfðamatinu tæki til þess í rauninni að velja kvígurnar strax við fæðingu til dæmis og við getum valið þær líka til sæðinga. Kyngreind sæði náttúrulega tryggir með 90% öryggi að þú fáir kvígur undan þeim gripum sem þú vilt fá kvígur undan og við getum horft til þess að sæða lögustu gripina með holdasæði til þess að fá holdablendinga sem eru til kjötframleiðslu verðmætir heldur en alíslensk naut.
Þannig að það sem við höfum svona yfirleitt nota sem nokks konar þumalputta reglur að nota kyngritsað ungar kýr og kvígur með hátt erfðamat og ástæðan fyrir að nota þetta ungar kýr og kvígur náttúrulega að árangurinn að öllu jöfnu betri hjá yngri gripunum. Nota kyngritsæði við fyrstu og aðra sæðingu. Kýr sem eru sætar 3-4 sinnum, þær eru náttúrulega mjög líklega einhver vandamál þar og ekki líklegt að þú náir betri árangri með þynnra sæði. Auðvitað þarf að sæða kvígurnar að bera á tiltölulegum aldri og þær þurfa náttúrulega að vera nægilega þroskaðar við sæðingu. Velja kýrnar sem nota kyngritsæði á, velja þá kýr með hátt erfðamat, afurða miklar háar kýr með góða byggingu. Og ef frjósemi hjarðarinnar góð almennt, þá má svo sem íhuga að nota kyngritsæði á eldri kýr. En ef frjósemin ekki góð, þá svo sem líkurnar á að ná góðum árangri með kyngritsæði minni heldur en með venjulegum. Nú til þess að ná góðum árangri þarf þessu öllu að gera góða áætlun sem hæfir hjörðinni. Hlutfallsleg notkun kyngritsæðis og holtasæðis og þá gef ég mér að menn muni nota holtasæði á móti kyngritsæði í einhverju mæli. Fer náttúrulega eftir áætlun og hérna ef við skoðum þetta grafið hægra megin að þá eru náttúrulega þessi mörk hvað þú notar holtasæði hefðbundið og kyngritsæði á hjörð stóran hluta hjarðarinnar mjög breytileg eftir aðstæðum. Við náttúrulega horfum með notkun á kyngritsæði til betri kúna. Bestu kvígur og kýr að sjálfsögðu sæðum við með hefðbundnu eða venjulegu sæði til þess að fá kynbóta naut sem eiga að feðra næstu kynslóð, en sá flokkur sem þar fyrir neðan sem betri hluti kúna náttúrulega horfum við á til að nota kyngritsæði á. Lakasti hluti kúna, svona þær kýr sem við ætlum að halda í framleiðslu en við höfum ekki áhuga á til undaneldis, myndum við horfa á til notkunar holtasæðis á til kjötframleiðslu. Ég setti upp aðeins dæmi þar sem ég reikna með 60 kúm og endurnýjunarhlutfallið 35%. Ég ætla ekki að ábyrgjast ég hafi reiknað rétt en ég held það þó og þarna reiknaði ég bara út að við myndum nota kyngritsæði 100% á kvígur nema þær sem eru flaggaðar efnilegar. Við notum venjulegt sæði þar til að fá nautkálfa á stöð og notum kyngritsæði fyrstu 2 sæðingar og síðan venjulegt. 50% á fyrstu kálfskýrnar nema flaggaða nautsmaður og notum það aftur fyrstu 2 sæðingarnar og notum svo venjulegt sæði og holtasæði á restina í breytilegum hlutföllum. Og þá sjáum við það að endurnýjunarþörfin sirka með 35% 21 kvíga eða kýr á ári, svona til jafnaðar. Við fáum með notkun á venjulegu sæði miðað við það að hlutföllin séu 47% á móti 53% á nautkálfum. 28 kvígur og við erum þá með kvígur umfram í raunverulegar þarfir. Hins vegar raunin náttúrulega alltaf sú að það verði ekki allar kvígur að kúm. Það ekki allar sem halda og einhverjir geta drepist í uppeldi og annað þvílíkt. Þannig að við þurfum náttúrulega að vera alltaf aðeins umfram reiknaðar þarfir. Ef við notum kyngritsæði og ekkert holtasæði að þá má segja að við séum komin með ofgnótt af kvígum. Og ef við notum eins og þessu dæmi kyngritsæði og 50% holtasæði þá má segja að við séum í svipaðri stöðu og eins og ef við notum venjulegt sæði á allt saman. Þannig að á þessum má sjá að við megum náttúrulega ekki nota kyngritsæði alveg taumlaust
því að þá náttúrulega endum við með allt of margar kvígur. En það er náttúrulega engin ein þumalputtaregla til fyrir öll bú. Þetta fer allt saman eftir aðstöðu, uppeldisaðstöðu, endurnýjunar hlutföllin á búinu og svo framvegis. Þá er það hérna að lokum. Árangur með kyngjörðusæði er bestur á kvígur og yngri kýr. Það er engin ein þumalputtaregla hvernig á að haga að notkun á kyngjörðusæði. Það fer eftir aðstæðum og stöðu á hverju búi fyrir sig. Endurnýjunar hlutfallinu, uppeldisaðstöðunni er markaður fyrir umframkvígur eða holdablendinga og stórt atriði er náttúrulega hvernig er frjósemi hjarðarinnar í heild sinni. Og það er mikilvægt að greina stöðun á búinu og gera áætlun fram í tímann þannig að við lendum hvorki í ofgnótt né þurrð á kvígum. Þá er þetta búið hjá mér. Ég vona að ég sé einhvers vísari og er ekki rétt að gefa færi á spurningum.